Að festa kaup á fasteign í mörgum tilfellum stærsta fjárfesting sem við leggjum í á lífsleiðinni. Hvort sem við erum að kaupa eða selja, viljum við að allt sé gert rétt til að aleigan hljóti ekki hnekki og þá skiptir máli að geta leitað til fagaðila. Nú það loksins möguleiki á Patreksfirði en þar var engin fasteignasala fyrir Steinunn Sigmundsdóttir flutti aftur heim og opnaði þar fasteigna- og jarðasöluna Dixon. Við bara ákvaðum að stíga skrefið og seldum bara húsið okkar í Njarðvík og ákvaðum að drífa okkur heim með krakkana. Og ég ákvað að opna fasteignasölu og var alltaf ótrúlega heppin að fá skrifstofu í Ólafshúsi. Einhvern veginn íðar alltaf lífi sem að ég eiginlega bara vissi ekki að væri til staðar í þessu plássi og náttúrulega í þessu gullfallega húsi. Og já, við erum bara alsæl með þetta. Það svo ákvörðun að opna fasteignasölu hér, hvernig var staðan á þessu áður? Var fasteignasala? Nei, sá sem á Ísafirði, hann hefur sinnt þessu svæði að mestu og svo hefur fólk kannski verið með tengingu hingað og þangað og þá hefur það kannski leitað til þeirra en það hefur ekki verið svona þjónusta á svæðinu, held ég bara aldrei sko. Hvaða þýðingu hefur það fyrir samfélagið að vera með fasteignasölu? Þetta náttúrulega bara þjónusta, fólk hefur þá bara allavega kost á að leita til manns, það alls konar erindi sem að fólk kemur með inn á borð til mín, ekki bara til þess að selja en svo líka þetta bara eins og fyrir mig að geta kannski þá ræði ég mig sjálf. Ég bara opna fasteignasölu, vinn svona bara eins og erindin eru og það var það sem að mig langaði virkilega í að losna svolítið frá hlekkjónum af skrifborðinu. Ekki það ég hafi kannski verið mjög bundin þar sem ég var en það samt eitthvað að ráða sig bara algjörlega sjálfur og bara þetta frjálsræði að geta hlaupið til og sinnt börnunum sínum og bara farið heim fyrir ef eitthvað bjótar á og annað. Þetta bara algjört frjálsræði. Ekki óhætt að segja það að líka að staðurinn verði söluvænlegri þegar komin ákveðin fagmennska í því að selja hér fasteignir? Ég vona það sjálfsögðu. Ég að vanda mig og maður reynir að myndirnar náttúrulega tala alltaf sínu máli og númer 1, 2 og 3 þegar þú ert að selja. Þannig að frá mínu bæjardyrum mjög mikilvægt að myndirnar séu góðar. Þú myndar þér skoðun svolítið bara leið og þú opnar linkinn af eigninni. Ég vil alltaf hafa verð og myndir og nóga þeim. Og svo náttúrulega lýsing til þess að fólk viti hvað það að skoða. Þannig að jú, þetta skiptir allt máli, klárlega. Hvernig staðan á fasteignamarkaðinum hér? Hún búin að vera alveg frábær. Það svona aðeins rólegra eins og staðan í dag. En ég róleg, þetta bara svona kemur í hæðum og lægðum en það bara vill fólk búa og það ekki mikið úrval. Það kannski það sem angra okkur mest. Kemur eitt hús og það var svona spurning hver kaupir það. Það ekkert mikið í boði. En hvernig fasteignir þetta? Eitthvað nýbyggingar eða þetta meira hús sem þetta taka í gegn? Mikið af húsum sem verið að taka í gegn og selja eða hvernig fasteignir þetta? Sko yfir höfuð þetta bara eignir sem þarf að fara að taka í gegn. Það hafa ekkert verið byggð hús á Patró, það eitt í byggingu eins og staðan í dag og það bara eigendur sem að byggja sjálfur. Annars eiginlega frekar svona blómlegt lífi í bæjarfélaginu. Það annar hver maður í vinnugalanum að gera eitthvað heima hjá sér og sorpa yfir full af innréttingum og skápum og öðru. Þannig að og það kannski það sem að hamla okkur svolítið. Það að ef þú ætlar að kaupa hús þá þarftu eiginlega að gera ráð fyrir að jafnvel að þurfa að skipta vatn og glugga og jafnvel innréttingar og svona stærra heldur bara að taka upp pensilinn og velja hvaða lit þú vilt hafa á veggjunum sko. En fyrir því sjálfa, þú náttúrulega ert gott dæmi þetta, þú flytur hingað og það ýmislegt sem að þú hefur grætt á því að taka þetta skref? Bara engin spurning. Þetta bara, manni finnst börnin eitthvað svo frjáls og reyndar ég að koma tilbaka heim þannig að ég geng náttúrulega bara inn í gamla vinahópinn og var búin að halda mikilli tengingu við mína vinkonur og það alveg ótrúlega margir, mikið af unga fólkinu okkar sem hérna núna. Og mér finnst þeir sem hafa verið að koma hingað nýir séu bara almennt mjög ánægðir þess að tekið vel á móti fólki og það skiptir miklu máli. Við erum með körfubolta á miðvikudögum fyrir mömmunar og þar eru allir velkomnir, saman hvort við kunnum að halda bolta eða dribbla eða hvað. Þannig að það þarf svo lítið til þess að búa til svona samfélagslegan svona saumaklúbbs stuðning, skilur að fólk kom einhvers staðar saman og hittist og sundlaugarnar að sjálfsögðu saman okkur með börnin, íþróttastarfið.
Hérna ég stundum að pakka saman sko íþróttafötum á morgnana. Svo íþróttaskóli strax eftir skóla alla dag sem ekki í boði á mörgum stöðum. Þau hafa valið fótbolta og körfubolta til að æfa líka. Það eru 5 leikar á Tálknafirði. Þannig að ég lít þannig á að börnin mín skorti ekkert sem að þau geti ekki skilur gert hérna sem þau geti frekar verið að gera í Reykjavík. Ef þú horfir fram á veginn, sérðu fram á blómlega markað á næstunni hér? Já, ég mjög bjartsýn. Ég bara eiginlega trúi ekki öðru heldur en að fólk fara að hugsa sinn gangi í þessari trafík í Reykjavík og velja að lifa lífinu sínu svolítið svona frjálslegra. Ég bara trúi ekki öðru.